og næst tekur bæjarstjóri aftur til máls og með skýrslu bæjarstjóra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessi skýrsla gildir fyrir 4. mars til 17. mars og hljóðar svo. Þann 3. mars þá sóttum við Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi fund í forsætisráðuneyti þar sem við hittum Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og Sigurð Inga Jóhannesson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og ræddum við þar málefni Grímseyjar. Seinna sama dag ávarpaði ég alveg einstaklega yndislegan hóp nemenda í 7. bekk grunnskóla bæjarins sem tóku þátt í stóru upplestrakeppni sem fór í kvosinni sal Menntaskólans á Akureyri. Og það er gaman að segja frá því að þetta í 20. skipti sem keppnin var haldin og einn af þeim sem í dómnefndinni var fyrrum sigurvegari keppninnar. 5. mars átti ég stöðufund með almannavarna eins og ég nefndi áðan COVID-19 veiruna og þann sama dag ávarpaði ég hér fullan sal af fólki sem satt ákaflega mikilvægt málþing karla og krabbamein og ég bið ykkur kæru strákar ekki gleyma því að þið þurfið líka að vera vakandi fyrir þessu vágest sem krabbameinið 7. mars þá fór ég í Laugardalshöllina og fylgdist með bikarúrslitaleik kvenna í handbolta. K.A. Þór, stelpunar okkar töpuðu því miður fyrir Fram en þær stóðu sig frábærlega og ég var alveg geysilega stolt af frammistöðu þeirra og þetta fer að sjálfsögðu í þeirra reynslubanka og ég sannfærð að liðið okkar mun koma og mæta sterkt til leiks í Íslandsmeistaramótið á næsta ári. 11. mars satt ég nefndarfund Alþingis í fjarfundi vegna umfjallar frumvarp til laga lyfjalög en þar verið að tala að gera breytingar þannig að hægt verði að kaupa einföld lyf svo sem svo paracetamol, ibuprofen og hóstasaft og ofnæmislyf í kjörbúðum og stöðum þar sem erfitt aðgengi svo sem eins og í Hrísey og í Grímsey og þetta skiptir íbúana okkar í eyjunum miklu máli að þetta taki gildi. Það nú oft erfitt með samgöngur og sérstaklega eins og til dæmis í vetur að ekki hefur verið hægt að fara út í Grímsey svo dögum skiptir þannig að það sé allavega hægt að ná í einföld lyf. Þann sama dag þá hitti ég framhaldsskólanemendur frá félagi Menntaskólans á Akureyri sem sett upp í hofi verkið Inn í skóginn og í tengslu við sýninguna fór leikfélagið í samvinnu við Akureyrarbæ að gróðursetja eina plöntu fyrir hvern seldan miða. Því miður urðu sýningarnar ekki margar sökum samkomubanns vegna COVID-19 veirunar en þetta þó einhver fjöldi plantna og skemmtileg hugmynd hjá krakkonum. Og fleira hefur það ekki verið annað en eilífir fundir og mikil vinna í kringum þessa blessuðu veiru og ég búin að fara yfir það með ykkur. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og mér langar til þess að nefna það hérna að við gerum ráð fyrir því bæjarstjórn að funda þegar og ef frumvarp sem liggur fyrir Alþingi verður samþykkt að við getum þá breytt fundum bæði fastanefnda og bæjarstjórnar í fjarfundi og við gerum það bara að fylgjast með hvernig gengur á Alþingi með það og boðum þá fólk saman eða hóum fólki hér saman til þess að samþykkja slíkt. En eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Bæjarráð 5. og 12. mars 2020, frístundaráð 4. mars 2020, fræðsluráð 2. mars 2020 og skipulagsráð 11. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. mars og velferðarráð 4. mars og allar þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins. Og þá liggur ekki meira fyrir dagskráni hérna hjá okkur í dag og ég segi fundi slitið klukkan 16:26. Takk fyrir góðan fund.